Herru, Ægir, þegar þú kemur svona inn í landsliðið, þú ert með í Berlín, með í Helsinki, núna fyrir þetta stórmót, þú ert leikjæðasti leikmann, þú ert gamli hundurinn út fyrirliðin, hvernig er frá því að við vorum í Berlín og þangað til núna, hvernig er þetta búið að breytast? Bara helling, náttúrulega fullt af nýjum leikmönnum og allt þetta sko, en já, eins og segir, þetta er svona breyttar einhvern veginn aðstæður hjá manni sko, og sem er líka bara gleðilegt, maður er búinn að vera í hlutverki þar sem maður er svona ungibungur og spila lítið og eitthvað svoleiðis sko, sem er líka búið að vera geggja og svo ertu bara í öðru hlutverki núna, þannig að bara stolt og þakklæti sko, fyrst og fremst. Bara hópurinn líka svona, þú ert núna gamli refurinn, það eru hellingur af ungum og bara efnilegum og frábæri leikmönnum að koma inn í þetta lið. Svona, þegar að spyrja svona, bara, er þetta mögulegt að betri liðum sem Ísland hefur sett fram hingað til eða? Mér líður sko, ef maður er að bera saman, mér finnst bara ekki til þess að gera lítið úr einhverjum eins og það hafi eitthvað litlir hæfileikar sko í hinum landsliðunum. Þá held ég bara að þetta er þessi ungu menn sem eru með bara þvílíkt hæfileikaríkir og þvílíkt fókuseraðir og með bara svona eru fysikal og duglegir að æfa og allt þetta, þannig ég er bara erfitt að bera saman eðlilega, en ég er gríðarlega ánægður með þennan hóp og öfunda ekki þjálfarana í að velja í svona hóp sko. Algjörlega. En andstæðingarnir og bara svona Pólland, þú eru örugglega sem myndböndur eins og ég, Luka Doncic 10 kílóum léttari og allir bara að mæta á þetta. Hvernig eru þið eitthvað byrjaðir að pæla í hinum liðunum? Nei, ekki neitt. Ef við höfum ekkert verið að ræða við neitt eða neitt svoleiðis, ég held að það sé bara mikilvægt núna til þess að byrja með svona fyrstu vikurnar að fókusera á sjálfan sig. Hvað við erum að vinna með og hvernig við ætlum að spila. Ég held að það sé alltaf númer 1 og 3. Svo eigum við náttúrulega marga leiki núna til þess að fara yfir hluti og prófa eitthvað og fela eitthvað og eitthvað sko. Ég held kannski bara hver og einn svona innst inni sé farin að hugsa út í einhverja leiki og aðstæðurnar sko. En við erum bara mest með að fókusera á varnarleik og sóknarleik og búa til eitthvað chemistry. Það sé bara númer 1 og 3. Mér sýnist það bara að vera á góðri leið. Þið þekkist allir, eru allir góðir og ég er bara spennt fyrir Póllandi, er það ekki bara? Jú, algjörlega. Við erum heldur spenntir. Ok, takk fyrir þetta.